Nótan uppskýruhátíð tónlistarskólanna sem varpar ljósi á það gróskumikla starf sem tónlistarskólarnir í landinu hafa upp á að bjóða. Í ár var hátíðin haldin í menningarhúsinu Hofi á Akureyri og þar mátti finna allt frá Vivaldi til Metallica og það var unun að hlusta á. Það hafa verið haldnir svæðistónleikar, Eskifirði, Borgarnes ef ég man rétt, fyrir Reykjavík og fyrir Suðurland og Suðurnes og svo völdu menn rjóman af sínum atriðum þar og söndu til okkar hingað norður að þessu sinni. Það eru frumsamið verk, það er sinfóníuhljómsveit, það eru þungarokk, það eru alls konar dúettar og einleikur og píanó og það er bara nefndu það er hér. Nótan á Akureyri í fyrsta skipti, hvað kemur til að þessi ákvörðun er tekin? Já, það er nú bara svona að þegar maður lýkur einni hátíð þá byrjar maður að undirbúa næstu og hún var nú stödd í Hörpu á síðastliðinni hátíð, hún Una hérna, deildarstjóri í Tónlistarskólanum á Akureyri og við fórum að spjalla næstu hátíð og hún segir já, af hverju komið ekki norður? Og þar mér var svo ákvörðun tekin. Það er alltaf skemmtilegt að þetta eru tónlistarskólar út all land af landsbyggðunum og það er svolítið gaman að þetta komið mitt líka til landsbyggðarinnar. Já, þetta átti að hafa gerst mun fyrr en þetta er í 10. skipti sem að nótan er haldin og það þóttu þá líka bara viðeigandi að breyta aðeins til og það hafa allir, bæði faglega gott af því að fara í nýtt umhverfi. Þannig að þetta þarf að fara á báða vegu eða allar áttir. Þannig að þetta er bæði skemmtilegt og ævintýri að fara norður. 10. skipti er alltaf eitthvað nýtt. Já, það er alltaf eitthvað sem kemur óvart og maður er alltaf jafn stífur í kjálkunum eftir hátíðina af brosi og undrun og bara svona lotningu einhvern veginn, auðmýkt gagnvart sem starfi hjá krökkunum og skólunum. Já, núna ég hugsa að það hefði ekki gerst fyrir 10-20 árum að það hefði verið hérna á dagskrá verk eftir eða lag eftir Metallica hljómsveitina. Sýnir gríðarlega breytt, það er Vivaldi og það er frumsamið og Metallica. Þetta lítur að sýna að það er miklu meiri breytt í tónlistarskólanum en kannski margir halda. Já, við höfum haldið því fram að þarna sé falin dýrmæt auðlind fyrir samfélögin og skólakerfið og mannlífið á hverjum stað. Það er varla til betra innra mats og ytra matskerfi á starfsemi tónlistarskólanna heldur en nótan. Það var ekki auðvelt verk sem beið valnefndarinnar þegar öllum 24 atriðunum var lokið. Það var þannig Baldur Þórarinsson, 8 ára sellóleikari úr tónlistarskóla Sigursveinis sem var hlutskarpastur og útnefndur sigurvegari nótunar 2019 en hann byrjaði að æfa aðeins 4 ára gamall. Baldur, til hamingju, þú varst að vinna að nótuna. Hvernig finnst þið það? Það er æðislegast í heimi. Áttirðu von á þessu? Nei, alls ekki. Fannst þér pínu skrítið þegar að þitt nafn var kallað? En þú veist að spila líka hérna aftur. Hvernig fannst þér það? Það er líka mjög gaman. Ertu búin að ákveða hvar ætlar að geyma verðlaunagripinn? Ég er búin að geyma fyrsta sem ég fékk fyrir að komast í þessa keppni. Ég geymdi hann á kommóðinu en ég samt veit ekki alveg að því að þessi er alveg risastór. Ég veit ekki alveg hvort hann dettur í gegnum kommóðina sem er samt mjög ólíklegt. Þannig að kannski er einhver hilla eitthvað sem ég get geymt hann í. Þau spila kannski 2 mínútur, á baki eru nokkur 100, stundum yfir 1000 klukkustundir að vinnu. Og þetta segir svolítið þetta unga fólk, þessa æsku okkar, að ægin er hérna til staðar og áhuginn og metnaðurinn og einbeitingin og þannig að mér finnst framtíðin alltaf verið svo björt á þessum degi þegar uppskýruhátíð tónlistarskóla stendur yfir.